Við ætlum að þessu sinni að skoða heimaverkefni 4. Af því að þetta svona fyrsta verkefni sem að ég ætlaði að biðja ykkur að leysa í Control Expert fortinu, að þá ætli svona rétt að koma ykkur af stað í þessu. Og kannski til að byrja með þá skulum við átta okkur á því hvað við erum með hérna á myndinni og reyna að telja upp búnaðinn sem við þurfum í þetta. Við þurfum sem sagt start- og stopprófa sem ekki komin inn á þessa mynd hér. Við erum með 3 nema B1, B2 og B3 fyrir staðsetningu á fiskinum. Það koma alveg heilir fiskar hérna inn á þetta. Og þetta flokkað fyrst í tegundir. Þannig að þetta hefur ekkert með flök að gera núna. Þetta miklu einfaldara. Og síðan erum við með 3 lofttjakka, C1, C2 og C3, sem að ýta viðkomandi tegund í rétt kar. Og þannig að til þess að keyra færibandið þá M1, M2, M3. M1 hérna keyrir inn, hann kannski að veiða upp úr kari. Þetta kannski svona stigaband eða band með svona stiga sem að tekur einn og einn fisk og setur inn á. Og það svolítið lengra á milli þeirra til þess að myndavélin hafi líka tíma til þess að greina hvaða fiskur á ferðinni. Og svo fer þetta færiband hérna áfram og yfir á við ætlum að láta kannski M1 fara fyrst í gang, síðan M2 í gang og að lokum færi M3 í gang. Og síðan myndi þau fara úr gangi í sömu röð á eftir. Þannig að þetta eru 3 færiband sem að koma hvert og eftir öðru í gang. Og ef að myndavélin skynjar ekki hvaða tegund þetta þá bara færir M3 færibandið fiskinn í bara meðafla. Þannig að þannig er þetta mjög einfalt kerfi. Myndavélin, hún með 3 útgangsmerki sem að segir hvaða tegund þetta Hún með ýsu, þorsk eða ufsa. Og þessi 3 útgangsmerki eru þá bara ég segi bara mynd af þorski, mynd ýsa og mynd ufsi. Ég hefði bara hérna á ensku til að hafa þetta aðeins styttra svo þetta kemist fyrir en það var kannski óþarfi. Og líka þ ekki til í þessu kerfi þannig við megum ekki nota sér íslenska stafi. Þannig ætlum við að setjum til að byrja með þennan lista inn í data editorinn. Þið eru náttúrulega með þetta skjal, heimaverkefni 4 sem við vinnum eftir og eftir þá fyllum við líka þá inn í þessa tengiskrá. Og svo var ég að hugsa að inngangar yrðu merktir og þess að startrófar, stopprófar og þessi samkvæmt tengiskráni og útgangarnir merktir sem að þyrftu að virka á mótorana, lokana og myndavéla útgangar það spurning, þeir eru náttúrulega þurfa ekki að vera, þeir eru sennilega bara innri útgangar. En þá skulum við skoða aðeins hvað komið hérna. Við þurfum, þegar þið opnið Control Expert, þá bara hafið þessar venjulegu einingar, spennugjafinn 2010 og þið náttúrulega venjulið í upphafi P34. Ég held að sé hægt að, það er kannski ekki hægt núna hjá mér að fara í þetta hérna. Replace processor. Það er kannski ekkert endilegt en þið sjáið að þetta hérna kemur nafnið á hann fram, BMX 34 20 20, CPU 340 20, Modbus Ethernet. Það er einingin sem við notum. Svo það AM0600, það 4 analóg inngangar og 2 analóg útgangar. Svo erum við með discrete innganga, það DDI 1602 og svo útgangseiningin DDO 1602. Það 16 transistor útgangar. Þetta það sem við erum með í configuration, PLC bus og
Þannig að ég er aðeins búinn að bæta við á þessa mynd hérna og við ætlum kannski að útbúa einfaldari mynd af kerfinu. Þar sem að við erum bara með svona hringi fyrir mótorana til dæmis og svo náttúrulega erum við með alla rofana inni og síðan bara kassa fyrir viðkomandi loftstrók eða lofttjakk og þá skulum við venda okkur í það að byrja bara aðeins að teikna þetta upp áður en við förum í eitthvað fleira og ég ætla að fá mér pláss hérna fyrir mynd new screen og loka ég hér og fæ hérna new screen, operator screen og new screen og ég bara samþykki þetta, ok. Þetta ekkert með neinum reglum eða neinu þannig að þetta tiltölulega bara plain stýring. En við skulum kannski bara staðsetja þetta á svipuðum stöðum. Við getum byrjað á því hreinlega að fá okkur textabox og merkja hérna bara afli kemur inn og þá fyrsta mótorinn og skrifum hérna bara afli inn. Ég get hérna örugglega sett þetta í 2 línur inn á færibandið. Segi ok á þetta og svo fæ ég mér hérna kannski aðeins og lítill kassi, svona, og svo fæ ég mér hérna kannski merkjum þetta svona einhvern veginn að mótor 1 komi inn. Ég ætla að hafa kannski bara merkinguna þarna fyrir ofan bara með textaboxi. Já, ég ætla að fara í textabox og búa bara til lítinn kassa, svona eins og ég með í M1 og segi bara ok á það. Já, ég ætla að kannski að miðja það, left, center, hérna, center, ok. Og ég ætla að fá fleiri svona box, ég seti kopía þetta, paste fyrir M2 og síðan ætla ég að fá fyrir M3, hann myndi gera hérna. Og þið getið kannski bara búið til einhverja kassa hérna fyrir færibandin. Það möguleiki. Svo að það sé svona eitthvað í áttina líka. Búið bara til einhverja svona kassa. Og þetta kemur hérna, ef maður velur þetta hérna, fer hérna yfir, já ok, maður þyrfti eiginlega að fá hérna, ég sjálfsögðu ekki mikið mál, að útbúa þetta og þetta ekkert, það bara að búa til svona kassa. Og þið þurfið ekkert endilega að setja lit á þetta, getið gert það. Ég bara setti lit á þetta svo að ég sæi hvað hérna væri ofan og hvað væri undir. Hérna, ef ég breyti þessu bara hérna í einhvern svona lit og segi ok, þá sé ég að hann hérna undir og ég þarf að laga það. Ég fæ hérna lit fyrir þennan, hann eitthvað dökkgrænt hérna, nei, hérna, og ok, og jú, ég sé það að hann náttúrulega vitlaus hérna, ég þarf að fara í hægri smell á hann og segja order og background. Og ok, þessi kassi hér, hann hefur sama lit og hinn, segjum bara ok, apply, en hann vitlaus megin, þannig að ég segi order hérna og background. Þannig að þá þetta bara eins og hjá mér.
og þið bara merkið hérna inn M2, OK, og færi aðeins hérna. Það svona aðeins skárra, kannski aðeins að breyka þetta örlítið. Svona, það þá M2 sem fer í gang hérna og M3 hérna, OK, við setjum þetta hér, M3 hérna. Og síðan set ég hérna þennan hring hérna, ég ætla að taka kopí af honum eða byrja á því að hérna, setja hérna, background color grænan, OK, og já, ég get bara þá kopía honum, paste fyrir þennan mótor hér og aftur paste fyrir þennan mótor hér og svo bara stillum við sem sagt þetta allt saman rétt. Þannig að tvísmetli á þetta hérna og ég gerir ráð fyrir að þið séuð ekki komnir með listan inn í gagnagrunnin. Ég þarf að fara að opna verkefnið sem sagt þannig að þið þurfið að setja inn þennan lista hérna fyrst. Er það ekki málið? Það skal aðeins að bíða eftir því að þið setjið þennan inn í data editor. Þið finnið data editorinn hjá okkur hérna. Smellið á hann til þess að koma þessu inn í hann. Ég er bara komið með dálítið mikið af dótið þar. Svo ég ætla að hérna, sjá hvernig gengur hjá okkur að fá þetta hérna inn og auðvitað getum við líka skráð þetta inn í gagnagrunnin í leiðinni, animation og animated object, þá smelli ég þrípunktinn hérna og ég ætla að velja hérna M1 og hann er bara íbúl hérna hjá mér og þið skrifið þá M1, M2 og M3 inn í data editorinn og vel hann hérna. Býtum nú við, hvað gerðist núna? Ég ætla aðeins að gera þetta aftur. Animated object, vel hérna, M1 og sé svo OK. Og hér fæ ég sem sagt, þegar að bitin er hár, þá ætla ég að fá grænt. Þá ætla ég að láta þetta birtast og koma inn. Bit jafnt og 1, OK. Og það næsta hérna, það er M2, animation, animated objects og þá vel ég M2, OK. Biti hár og þannig að hann komi inn þegar að við erum búin að setja hann inn í flæðiritið. Og M3, OK, og biti hár, OK. Þannig að byrjum á því að fá þessa hérna inn. Starta og stoppa þessu hérna. Og svo bara fyrir hérna, já, myndavélinn, þetta er henni bara skraut hérna, hún gerir ekki neitt. En ég er með start- og stopprófa og ég er líka með útganga fyrir tjakkana. Ég kannski merki hérna tjakkana, C2 og C3. Copy, paste. Þá ætla ég að setja hérna C1. C1, OK. Það er að smetla hérna á, OK. C2. OK. Og C3. OK. Þetta er bara fyrir staðsetninguna á þeim og hérna og
setja þetta hérna í vinstri jafna þetta og reyna að setja þetta þannig að og þá kemur hérna ísaþorskur og ufsi, kannski við búum til þessi kör hérna, bara svo að við vitið hvað við erum að gera, cirka. Og við getum þess vegna, já, býtum við þetta átt að vera textabóks, ég er ekki viss ég hafa gert textabóks, nei, það er örugglega ekki. Ég ætla að segja bara að þetta hérna þetta er ísa. Ég ætla að segja hérna, jú, þetta er center. Og ég ætla að taka afrit af þessu. Þetta virðist vera að tölvan sé miklu léttari núna. Þorskur. Ég var að merkja kod inn á hérna. Ég veit ekki hvort þetta er rétt skrifað hjá mér, en breyti þessu svo í ufsi. Þetta er svo sér íslenski stafir sko í þorskur, þotnið er vandamál hjá okkur. Hendi hérna þessu út og tek hérna þannig að við vitum hvað er hvað og síðan ætla að velja þetta allt saman og bara hægri jafna þetta og fara með þetta allt saman í order. Það er ekki hægt, ok? Ég tek það eitt í einu og segi hérna order background ef það er séns, já, ég get það. Order background og order background. Og start og stopp taki og meðafli hérna í þessu hér. Það er ekki gaman að hafa það líka. Já, hann kom nú ekki sérstaklega vel út hérna hjá mér. Svona meðafli bara þannig að við séum með einhvern veginn það er skemmtilega að hafa þetta hérna og svo background order background meðaflinn fer það í þetta kar og þá er bara eftir að velja hérna svona fleti fyrir loft búnaðinn og hérna þá hérna verður hann virkur sem sagt ég segi bara copy paste hérna þá heita þeir að verða grænir smá tíma meðan að þetta er að fara hérna yfir. Svona, þetta bara kassa sem það tókst þarna? Það er bara venjulegur kassi, já hérna, rektangul. Bara venjulegur rektangul til þess að ég geti látið hann breyta lit. Og þið eigið kannski eftir að skrifa inn C1 og þetta er bara hérna, þá skrifum við bara C1 og láta hann bara vera í búl og ok. Þegar að bitin 1 þá færi ég í drawing og fer í background color grænan. Ok. Og já, hann valdist ekki hjá mér, við verðum að vera með svona kassa í kringum hann og þá er ég í animation og þetta hérna er þá þið skrifið þá inn C2 ok og bitið er hár
þá fer hann í að vera grænn í smástund til þess að skella út. Og uppsinn, animation, animated objects og C3 hérna og biti 1, drawing, grænn, apply, OK. Og þá kemur hann inn hjá okkur viðkomandi útgangur fyrir viðkomandi jack og þegar að hérna myndavélin með aðeins að setja hérna kannski myndavél hérna yfir og þá hérna og já, býtum við, ég ætla að hafa þetta hérna textabox bara já, myndavél bara en og síðan hún þá bara hérna með já, ég hérna set bara hérna yfir og fer bara í þetta, læti þetta bara vera einhvern veginn hérna öðru sér á litin svona og í þessu þá tengt sem sagt nú förum við að með push button skulum hafa hérna fyrst náttúrulega start, það racing sem sagt og ég ekki viss að ég hafi verið með aðeins að minnka þetta já að hérna copy og paste hafa alveg eins hérna fyrir stoppið og svo ætlum ég að hafa 3 hérna fyrir neðan myndavélina sem að segir mér eða bara til þess að búa til hermi, svona simulator hermi til þess að sýna hvaða fiskur á ferðinni eins og ég gerði hérna. Þetta allt saman push button og við erum þá hérna jöfnum þetta aðeins hérna tvísmetla á þennan efsta og ég fæ hérna start S1 þannig einhvers staðar hérna start S1 það getur vel verið að ég hef ekki sett nema bara start og stopp hérna ég vildi hafa kannski S1 líka á startinu af því að þetta fyrir tengiskrána hugsað líka start S with fudging Nei, ég ætla bara að setja púls inn á flæðiritið og þannig að þetta bara svona, þetta bara S1 en ég ætla að setja textan hérna setja bara texta hérna, hvað hann heitir, start S1 það þarf ekki að vera endur undirstrikk, þetta bara skraut þá ég komið með start S1 þarna og svo ég með hérna stopprófan stopp S2 ok og það ætlum ég bara að ná í þennan texta hérna copy og paste hérna stopp S2 ok þessir hérna ég var náttúrulega ekki komið með það í listan hjá ykkur en það sko það myndavél aðeins að tjekka hvort ég sé ekki aukla með þann útgang jú, mynd ISA það hérna væri þá mynd ISA það sem sagt að í sömu röð og hérna ISA efst uppi, svo kemur þorskur og síðast ufsi mynd ISA hérna, þetta kemur í stafsvörð hérna þannig að ég copy og paste
hér. Og það getur verið þurfum að vera með aðeins breiðari til þess að koma öllum þorskur, ok, þessi, já. Ég hafa þess að breyta á þeim. Paste. Og ég ætla að vinstri jafna þetta hérna svona. Þannig að þarna segjum við hvað myndavélin er að skynja. Og hérna við náum okkur í þorskinn. Ég skrifaði hérna myndkod hér og ég skrifa þá bara hérna þorskur. Svo ég ok á þetta og svo er hérna Ufsi. Og þá fæ ég hérna mynd Ufsi. Ok. Og þá skrifa ég hérna bara Ufsi. Ok. Þá er spurning hvort að við erum ekki komnir með nægilega mikið til þess að setja í gang hérna flæðirit. Þá er hérna, ég setti ekki inn neitt flæðirit hérna inn á þetta hér, þannig að við þurfum að setja í gang mótoruna fyrst. Og svona eftir á þá getið þið náttúrulega klárað að fínisera þessa mynd hérna. Það er bara upp á upptökuna að við gerum hann ekki allt of langa. Þannig að mér sýnist að við séum komnir með flesta sem við þurfum hérna í þetta. Og ég ætla að ég hafa þetta hérna bara til að byrja með og taka inn hérna flæðiritið. Hvernig við förum að því. Ég seti þetta bara hérna og ég geri aftur flæðirit. Ég held já. Ég byrja náttúrulega á því að fá hérna project browser. Og hér er flokkari. Ég ætla að hægri smella hér. Nei, ég ætla að hægri smella á Logic og segja New Section. Og confirm, já. Ég ætla að setja þetta sem sequential function chart. Og þetta gæti heitið flokkari fyrir fisk. Fyrir fisk, svona. Og þá segjum við bara OK, þá fáum við hérna chart, flæðirit og við hérna fáum okkur þennan hér, segja OK og smelli hérna á þetta. Við getum valið okkur fleiri, sem sagt, við smelli á hérna þennan aftur og ég get valið 1, 2, 3, 4, 5, sjá, ég get ekki farið inn í þetta. Við erum með allavega 5, 6, 7, eitthvað svoleiðis. Segjum 7, giskum á 7. Það er ekkert með þess að við getum alltaf bætt við. Og hvernig er það? Eru þið komnir með þetta? Já. Ok. Og þá
fer ég bara í bendilinn hérna og smelli bara hérna út fyrir og til þess að fá þessa kassa hérna til hægri þá munið þið að þá förum við í View og Expanded Display. Svona. Það leyfi ykkur aðeins að stilla þessu hérna upp svo að ég fari ekki allt og hratt með ykkur í þetta. Svo að hérna, já, það spurningum að hafa verkefni hérna hægra megin, það kannski þarf ekki endilega að vera, en þið sjáið þetta, þið getið farið að setja þetta hérna inn. Ég hugsa sko að það sé gott fyrir ykkur að setja inn hérna svolítið í dataeditorinn. Sjá, hann hérna falinn svolítið, held ég. Þetta nú við. Jú, hérna kemur hann. Og setja hérna því að sko þið skráið þá hérna sem sagt það þessi tími til dæmis, tími 1, tími 2. Þið eftir að setja það allt saman inn. Kannski gott að þið setja inn hérna tími 1, tími 2, tími 3 og svo framvegis. Ég man ekki alveg hvað ég þurfti að nota mikið af þessu. Ég setti inn tími 4. Þið þurfu ekki að fara upp í nema tími 4 hérna. Bæta þið við. Og það bara allt saman íbúl. Og við skulum þá sjá hvað hérna, þetta spurning hvort ég á að fara aðeins í gegnum þetta. Þið eru allavega komin eitthvað að staði í þessu hérna. Það sem sagt, byrjum hérna á bara upphaf. Ég setti inn hérna upphaf run initial step, bara sem sagt af því að það gert hérna í þessu. Og það alveg nóg að skrifa bara upphaf hérna. Og OK. Og það ekkert sem að gerist annað í þessu skrefi. Svo bara náum við í start S1 hérna. Og þetta bara variable. Þetta þá startdrawin okkar. Start S1 hérna. Apply, OK. Og band 1 hérna. Band 1. Lét þetta skref heita. Hvað segirðu? Truflaði aðeins. Já, allt í lagi. Hérna, sem sagt, þegar við skrifa lýsing á kerfinu, loftræstikerfinu. Já. Hvað hérna, þú veist, hver þetta leitast eftir? Já, bara að hvaða íhlutir eru þarna á ferðinni og hvernig þeir fara inn, í hvaða röð þeir fara inn. Svona bara ef þú ferð aðeins í upptökuna, ef þú skoðar aðeins upptökuna, þá held ég að við höfum
farið aðeins í lýsingu þar, eða svona hvernig lýsingin geti verið. Er það ekki rétt, Óli? Fórum við ekki í það? Já. Þannig Nei, að... við tókum held ég ekkert svona ítarlega, sko. Nei, Við áttum líka eftir að klára, held ég, kerfið. Við náðum ekki alveg að klára það síðast. Loftræstikerfið? Já, þegar við fjallum á tíma, manstu. Já. Ok. Þá bara spurningum að við reynum að annarkot að gera það núna eftir tíman, að við reynum að klára það eftir tíman núna. Og já, ég þarf að setja inn eitthvað annað nafn á þetta. Við skoðum það hvort að við getum. Ok, takk fyrir það. Er þetta ekki á upptöku? Ég þannig að blæða þess að skreppa? Jú, ég að taka þetta upp. Já, allt í lagi. Ég svo eini sem er slæmt connection við sýndafélaginu, eða? Nei, ég í vesum líka. Nefnilega það sem nenni ég ekki að gera þetta núna. Það eins og sé svo mikið álag á þessu. Ég ætla að kíkja á þetta eftir bara. Ok, já, það skynsamlegt að gera það. Þegar það hefur komið minna álag. Einmitt. Já, þá reynum við bara að komast eins langt í þessu verkefni eins og við getum og síðan reyni ég að klára þá loftræstikerfið. Ég hélt við hefum klárað það en við skulum bara skoða það. En hvernig gengur annars með flæðiritið? Er það ekki bara vel og vel komið hjá okkur? Frís þetta hjá með draslið. Það frís hjá þér, já. Ég svo eini sem er að lenda í því, eða? Egill! Við skulum sjá. Kannski hefur hann eitthvað brugðið sér frá. Getum tjekka á Guðbjörni á meðan. Guðbjörn, hvernig er staðan hjá þér? Er í lagi með tenginguna við sýndarvélina? Já. Er það detta út? Já, sýndarvélinu, sko. Já, er vesen með sýndarvélina? Já. Já, ok. Það er sennilega ástæðan, kannski eru margir að fara inn á hana núna, sko. Það er allavega aðeins skárri tími þarna á föstudaginn. En hvernig er það? Á ég ekki bara aðeins að halda þá áfram, sko, nú er ég búinn að sýna ykkur hvernig ég fer af stað með flæðiritið og þegar að við kannski þá í næstu viku eða eitthvað, þá þegar ég bara haldi áfram með þetta heima, ef ekki að segja það, að þið haldið áfram með þetta, já, nú er spurning, sko, hvernig loftræstikerfið, sko. Ef að sýndarvélin er að klikka. Ég fékk connection lost og það er allt dottið út og ég var ekki búinn að seifa þetta. Nei, já, það er ekki víst, sko, ef að sýndarvélin er ennþá inni, skilurðu. Það er ekki alveg víst. En við skulum bara fara þá aðeins yfir það og láta þetta, ég ætla bara rétt að renna í gegnum þetta og sjá hvort að þið náið að halda áfram sjálfur með þetta. Að ég með í bandi 1, þá er ég með set M1, svo er ég með fyrsta tíman. Tími T1. Og það er 5 sekúndur. Og þegar tíminn er liðinn, þá kemur band 2 inn. Það er set M2. Þannig að bandið M1 helst inni áfram. Þegar að ég set með S og S aftur M2 og þá er tími 2 og þegar hann er liðinn, að þá kemur band 3 inn og þannig gengur þetta meðan að kerfið er í gangi. Síðan þegar ég ætla að stoppa þetta, þá fer ég bara í stopp S2, þá fer fyrst band 1 út, reset band 1, RM1 og eftir smá tíma þá fer næsta skref inn sem er reset band 2 og kemur annað delay tími 4, 5 sekúndur. Þegar hann er liðinn, þá kemur útgangur á tímaliðanum og resetar band 3 og þá er allt stopp og þá
er aðferðin við það að fara hérna yfir í upphaf, það er að setja hérna skilyrði þannig að mótor M3 sé off, eða sé slöktur. Reset M3 og þá kemur hérna not M3 og það er gert svona að ég fer hérna í invert transition condition og M3 hérna. Ok. Og þá fer ég í upphaf hérna sem að er þá efst. Upphaf. Og þá bara bíður hann eftir að ég starta aftur. Ok. Það sem að ég er með fleiri í þessu hér, að það er svona hermir fyrir viðkomandi fisk og útgangurinn er sem sagt viðkomandi skynjari, B1. Ég er að hjálpa skynjarunum að gefa merki. En svo er hérna flokkarinn, hann gefur síðan út á viðkomandi útgang, sem sagt viðkomandi tjakk til að henda fiskinum í burtu. Svo að ég held að ég þurfi að hérna stækka þetta hérna svolítið upp, svo þið sjáu þetta. Og þannig að það sjáist nógu vel. Ég fer hérna í plus á þessum hérna. Svona, ég vona að ég nái þessu yfir á eina mynd. Já, ætli það ekki. Já, ok, ég er bara eins og við þetta hérna. Já, ekki alveg. Þó, ég get kannski sett það undir. Svona. Já, býtum við, hérna hann er uppi. Þetta er fyrir allar þessar 3 tegundir. Kannski aðeins svo stórt. Ég hérna minnka þetta því að ég var eiginlega búinn að fara í þetta. Svona. Og þá er það flokkarinn, ég þarf að stækka hann upp. Svona og þá er þetta svona. Og þá er bara að setja hérna inn þessa þætti. Ég ætla kannski þá að hafa nógu mikið pláss, sýna hvernig ég geri þetta hérna í upptökunni. Og þá fæ ég hérna svona RS. Þá fer ég hérna í þetta hér, RS og býtum við, það var hérna stjarna fyrir framan, RS og segi OK. Og svo staðsetja þetta hérna, svona. Og svo velj ég náttúrulega bara mynd, ísa og svo hérna er þetta reset. Því að eftir ákveðin tíma þá ætla ég að resetta þetta. Þegar ég er rauninni líka í leiðinni að útbúa hermi fyrir þetta. Og ég er þá með 2 tímaliða til þess að bæði það að sem sagt að ísan er þá í, sko, hún er ákveðin tíma að fara frá myndavélinni og yfir á réttan stað. Og það eru 9 sekúndur sem ég hef fyrir ísuna. Ég sé að sko fyrir þorskinn, styttra það er 7 sekúndur. Ef við sjáum hérna skjáinn, þá sjáum við hérna að ég þarf að fara frá myndavélinni og yfir í ísuna þá er það 9 sekúndur, svo er frá fyrir þorskinn, þá hefur ég með 7 sekúndur til þess að komast að B2
og síðan síðasti, tekur styttri tíma, það 5 sekúndur fiskurinn að fara að B3. Þess vegna mismunandi tími á þessum hérna. Þetta hvað fiskurinn lengi á ferðinni og þegar að B2 sem sagt komin hérna og þá hérna já, ok, ég segi bara B1 hérna fyrir ísuna að þegar að ísan í gangi og þá verður að vera rétt mynd og þess vegna ég með andlið hérna og þegar að B1 komin þar að þá hérna fer hérna sé í gang sko sem sagt að B1 hann kemur ekki inn fyrir en eftir ákveðin tíma sko. Þetta T-on og hann helst þá inn í smá stund til þess að C1 geti ýtt honum út af bandinu. Og við sjáum þá hvernig þetta virkar. Og þá næ ég næst í seinni tímaleiða, T-on hérna í þessu funksjónblokkdiagram. Ég veit að þið eru kannski ekki með þetta út af, þið eru bara að fylgjast með og reyna þá hérna aftur FFB, Input Assistant og skrifa hérna frá T-on. Hvað segirðu? Krassaði syndavél hjá öðrum? Já. Ég var að ná sambandi við fyrir svona 10 mínútum eil. Já, ég þurfti að sinna morgunverkunum. Já. Það að gefa. Já, þetta krassaði allt hjá mér og ég næ ekkert að tengjast og... Gefa garðan. Já, það allt líka út hjá mér. Já, ok. Þá veit ég það varst ekki bara hjá mér. Já, fór það líka hjá þér? Já, bara þegar ég kom aftur frá kamerunni þá var allt í fokki. Einmitt. En ok, þið tengið það sem sagt með þessu link hérna, svona, þegar þið komist aftur í gang með þetta og ég hérna, til þess að hafa eitthvað upplýsingar ég næ ekki sambandi inn á þennan hérna link hér. Ef ég myndi setja nafn eins og hérna B2 eða B3 eða B1, að þá get ég nota þetta merki. Ég get ekki nota þetta næ ekki að tengjast beint við Q1 á þessum SR2 eða neitt slúið. Það eiginlega auðveldar fyrir mig að nota þessuna nöfnin á þessu. Þess vegna tengi ég ekki beint hérna áfram, heldur nota skynjara. Nú skynjarinn, hann kemur inn eftir ákveðin tíma af því að ísan til dæmis 9 sekúndur að fara alla leið þangað þarna á réttan stað. Áður en að hún frá mildavélinni og hingað 9 sekúndur að fara alla leið hingað og þá kemur C1 inn og gefur með hérna merki í svona 1 sekúndu eða eitthvað svoleiðis. Og þá það hérna og eftir 1 sekúndu þá hérna set ég reset á þetta allt saman til þess að endurskipa allar stöður í þessu. Og þannig fyrir þennan T-on þá bara náum við aftur í T-on hérna on og segi ok á þetta hérna, ok og hér, svona. Og svo merki ég bara þetta saman hérna með B1 og set þetta hérna svo bara reset. Þetta í rauninni fyrir stýringuna. Þá næ ég í þetta hérna, það sem ég hef búin að skrifa reset 1 hérna. Ok, og síðan ég með sérstaklega reset sko fyrir þá, reset 2 hérna fyrir þorskinn og reset 3 fyrir ufsann. Þannig ég með alveg sérstakt hér. Þannig tengi ég þetta saman og geri hérna mynd, ísa og svo framvegis. Þá held ég að ég sé búin að sýna ykkur hvernig ég geri þetta á þessum stað hér, en hvernig ég set þetta upp hér,
þá næ ég aftur í RS hérna og fer að vinna í þessu hér og eftir þá ætti ég bara að sýna ykkur með restina aðeins að fara yfir þetta RS og sem sagt ég set þetta heitir RS vegna þess að R-ið hefur yfirráð yfir S, sem sagt reset hefur yfirráð. Og andhliðið, þá bara fer ég og næ aftur í FFB Input Assistant og þá skrifa ég bara hreinlega and og svo OK. Og síðan ætla ég að fá hérna púlsgjafa og þá fer ég TP. Skrifa hérna TP og OK. Og setja hann þá hérna á sinn stað og svo bara að ganga frá þessu svona. Og þegar að eftir að tímaliðin að taka tíman hvað fiskurinn lengi á leiðinni, til dæmis að hérna B1, að þá kemur B1 inn og að það var mynd af ísunni hérna. Þannig að við fáum ekki strax merki hérna á tjakkinn fyrir en eftir 9 sekúndur og það varir þá, já það er sett hérna 2 sekúndur á þennan púlsgjafa. Sennilega er þetta bara 1 sekúndu því að ég set hérna reset. Þannig að hann varir kannski bara í, já sennilega bara 1 sekúndu. Ég hafði eftir að skoða það eftir. Þegar ég læti þetta virka. Þess að tengja það hér saman og svo merkjum við þetta með tíman hérna og viðkomandi inngang B1, 2 eða 3 og svo myndi ég setja hérna reset 1, 2 eða 3. Þannig að þetta er hvernig við náum í þetta og síðan eru nöfnið á þessu öllu hérna sem við setjum inn frá data editornum. Við getum skráð náttúrulega öll þessi nöfn inn fyrst inn í data editor og náði í þau svo til að setja hérna viðkomandi stað. Þannig að þetta er svona ykkar heimavinna og kannski að lokum í þessari upptöku þá ætla ég að bara athuga hvort þetta virkar hjá mér. Og nú ætla ég að bara taka þetta út aftur hérna sem ég var að gera svo að þetta skemmi ekki virknina. Og ég er með hérna og já, eitt sem ég ætlaði að sýna ykkur í viðbót áður en ég fyrir að keyra þetta, það er það að til þess að sjá sekúndurnar, þá virkaði ekki þessar sekúndur hér. Ég náði ekki að taka þetta merki út frá hérna ET. Það virðist virka betur tímaliðin í ladder. Það er svona útbjóði í ladder sem ég heit bara tími og setti inn bara T-puls til þess að líka eftir því þegar að ufsinn væri á leiðinni frá myndavélinni og þá myndi setja sekúndurnar inn í skjáinn hjá mér. Og það er þessi skjár hérna, býtum nú við, screen 2, screen 1, ég þarf að komast í screen 1 sannilega, eða 0. Og sjá, það er þessi hérna, já. Hvað er þessi? Hérna líklega. Já, hann er hérna. Og svo að ég þarf að hafa hann hérna til hliðsjónar. Þannig að til þess að fá tölugildi hérna á tíman, bara sjá þetta virka, þannig að þegar fiskurinn fer frá myndavélinni og myndavélin er búin að greina hvaða fiskur þetta er, þá hérna útgangurinn,
skilji hvaða fiskur þetta hún ber þetta saman við margar myndir og finnur, ok, þetta ýsa, að þá kemur mynd ýsa hérna inn og eftir og þá helst þetta bara inni þetta timer púls, þetta helst bara inni í 9 sekúndur og sýnir okkur tíman hérna í glugganum. Þetta hérna entry field til að sýna okkur tíman. Og hérna inn í þessu hérna, þá fæ ég bara í T-ISA sem til dæmis hérna, T-ISA. Og svo ég með T-COD og T-UFSI fyrir þennan hérna. Þannig ég ætla bara rétt að sjá hvort þetta virkar en þetta bara til að sýna ykkur hvernig ég náði fram. Ég ætla kannski að hafa þetta með af því þau voru aðeins byrjaðir á þessu. Sýna fram á þetta virkar hvoru megin sem við erum með þetta. Aðeins að setja hérna, já, það spurning hvort að ég byrjaði að vera með flæðiritið og sjá hvernig það virkar. Og það hérna, já, býtum við, ég ætla aðeins að eyða út, já, þessum hérna, þessi hér, ég ætla að eyða þess bara út. Bara, býtum við, hvernig get ég eytt þess út, delete. Og þá ætla ég bara að sjá hvort það ekki allt í lagi með þetta núna. Chart hérna, færi það hingað og sé ég í hvaða röð mótorarnir koma og svo framvegis. Ok, já, nú svo þetta í vitleysu. Til að hafa kannski, byrja að hafa einfalda af hérna og slökkva þessu hér og færa þetta númer 1. Ég ætla að mjóka þetta hér, sjá hvort ég næðis ekki. Svona. Hef fyrst það sem við gerum saman og flæðiritið hérna og svo kannski nánari mynd hérna. Og við skulum keyra þetta í gang. Ég ætla að hérna, ég ætla að segja þetta, segi þetta ekki. Ég vil bara hafa þetta saman. Ok. Þá ætla ég að tjekka á því hvort það eitthvað villeysu. Nei, slapp. Og build changes, yes. Og þá ætla ég að fara bara í Save Archive til öryggis. Save, já. Og svo smella á diskinn. Og síðan keyrum við þetta og sjáum hvernig þetta virkar. Og þá get ég sett herminn í gang. Við sjáum að ég 0 sekúndur sem sagt. Og það hefur kannski eitthvað komið fyrir þetta hérna, ég veit ekki. Það var alltaf að vera í lagi. Sendum forritið niður. Transfer. Og það búið að senda það niður og ég skelli hérna á run, ok, gerir þennan skjá virkan, gerir þennan kannski líka virkan. Þá sjáum við það 0 alls þar hérna og allt í góðu lagi. Og við sjáum það í upphafi þá grænt hérna efst uppi. Og þá ít ég á startrófan hérna
og þá færist yfir á að S1 komin inn, eða mótor 1, S1 ræsti mótor 1, svo kom mótor 2 í gang og að lokum mótor 3. Þannig að nú eru öll böndin komin í gang og hérna að draga fiskinn upp úr einhverju kari með sjó og öllu saman. Og hérna, svo kemur fiskur hérna inn og við skoðum, myndavélin farin að sjá, hérna ísa, segir það komið hérna ísa og þá fer ísa hérna allan leiðin, við sjáum hérna talninguna hérna uppi og hún komin hérna og verða komin að þessu og núna kemur inn, sjáu þið, þessi græni var virkur eftir ákveðin tíma og skaut þetta út í ísukarið. Og næst þá kannski kemur þorskurinn og kemur hérna eftir myndavélina, já, og hann fer hérna yfir 7 sekúndur og þá kemur tjekkurinn hérna út og græni var virkur hjá okkur. Svo kemur annar þorskur, fer hérna eftir bandinu yfir á M3 bandið og þá hann, sjáum við hérna græni kassin komin hérna. Þannig að hann hendir honum út í þorskkarið, það sést ekki alveg hérna svona, sést hérna þorskur og ef það kemur ufsi, ef að myndavélin sér að þarna ufsi og þá kemur hérna og keyrir hérna út ufsan, út í þetta ufsakarið. Og það sem að myndavélin skynjar ekki, það fer allt í meðalblað. Svo að þetta var eiginlega aðalega það sem að ég vildi láta ykkur reyna að gera og að kannski ef þið þyrftu að stoppa böndin sérstaklega að þið gætu verið með start og stopp fyrir hvert band sér og setja það bara inn í einfalda stigarits útgáfu, bara setja það í ladder og þannig að ef þyrfti að stoppa hérna, band 1 þá væri það hægt og setja það aftur í stað eins með band 2 að geta stoppað og setja aftur í gang og þetta hérna. En svo að ræsiferillinn, það truflar þetta í sjálfu sér ekkert sko, nema að það færi bara út og inn og ég á nú ekki vona að það myndi trufla þetta mikið, en við skoðum það bara. Og svo að þegar ég ætla að stoppa þetta, þá kemur hérna stopp og þá fer þetta bara í stoppferil. Ég smelli hérna á stopptakkan og þá fer band 1 út fyrst, þá sjáum við að græna ljósið fór út hérna. Svo fer band 2 út hérna og að lokum fer band 3 út. Og þá er þetta bara allt saman stopp. Einhverjar spurningar varðandi þetta, þið bara þá sendi á mig eitthvað post. Þetta er svona meira að hugsa sem svona heimaverkefni fyrir ykkur að glíma við þegar að sambandi við sýndarvélina er í lagi. Og þetta hérna er í rauninni alveg óþarfi að gera, þið setjið bara þessa kassa eins og þið voru búin að gera. Þannig að þið sjáuð að það er tekið, viðkomandi fiskur er tekin út af bandinu á viðkomandi stað. Og í rauninni þetta er bara hermir og það þyrfti náttúrulega að vera einhvers konar skynjari hérna sem skynjari fiskurinn er hérna fyrir ofan bandið. Það þarf maður að láta einhvern, til dæmis, ég veit ekki hljóðbylgjunema eða einhvern skynjara sem er hérna í láréttri stöðu frekar, skynja fiskurinn, viðkomandi fiskur er kominn á staðinn. Þannig að það er leyst á ýmsa vegu. Svo en ég ætla kannski ekki að dvelja lengur við þetta, en það er klukkan orðin 12 og ég held ég sé búinn að sýna ykkur allt nema það sem ég var búinn að skrifa inn í dataeditorinn, aðeins að setja það inn í upptökuna líka, svo að þið hafið það þar. Það byrjar hérna, það er allt og mikið hérna sko, það sem að þið setjið sjálfur inn er B1, B2, B3
C1, C2, C3, M1, M2, M3, mynd, kod, í staðan fyrir þ fyrir þorskur eða TH fyrir þorskur, bara ekki setja sér íslenska stafi þegar það virka ekki, og svo kemur mynd ufsi, mynd ísa, og síðan kemur hérna reset 1, reset 2, reset 3, svo ég með start S1, start S2, nei, start S1, stopp S2, og síðan verð ég með svona tíma til þess að sýna, það ekki víst að þið þurfa að nota það þó, það getur vel verið, það þess að T undirstrik kod eða niðurstrik, T niðurstrik ufsi og T niðurstrik ísa. Þetta var fyrir tíman, time. Það virkaði betur í stigaritinu heldur en í funksjónblokkdiagrammi, ég veit ekki af hverju. Og svo eru allavega tími upp í 4 eða 5, ég man ekki hvað ég notaði mikið af þessu. Ég setti bara nógu marga og þið veitir hvernig þið getið bætt við, þá bara að ítið hérna á síðasta tímalega sem þið gerðuð og dragið niður, þá kemur bara næsta númer. Dragið alltaf lengra og lengra niður, að þá hérna fjölgiði útgangsmerkjunum fyrir tímalegan. Þetta ekki tímalegin sjálfur, heldur bara til þess að merkja inn í sem sagt inn í, já, skulum sjá, aðeins að hérna taka þetta út, merkja inn á flæðiritið. Sjáum við hérna tími 1, tími 2, tími 3 hérna, tími 4. Það spurning hvort ég hef notað tíma 5 í eitthvað annað, það gæti verið. Býtum við, nei, það hérna, fá hérna tími, nei, það var ekki þessi tími, það var annað. Og ég hef sennilega ekki þurft að nota tímamerkinguna í annað. Þannig að þetta, ég hef sennilega þurft að fara upp í tíma 4. En þessir hérna tímar eru ekkert merktir sérstaklega, sko. Það aðalega, sem sagt, ég gat ekki notað þetta merki og þess vegna þurfti ég að gera þetta í ladder. Ok, svo þá held ég sé búinn að fara yfir þetta og nú þetta stopp og tilbúið til þess að fara aftur í gang. En einhverjar aðrar spurningar varðandi þetta heimaverkefni? Ég held að ég muni ekki eftir fleiru í bili. Heyrðu, þá skulum við setja bara lokapunktur